Birgir Gunnarsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og við erum með hann á línunni. Komdu sæll Birgir, það eru 46 smit núna greind á Vestfjörðum og það eru rúmlega 300 manns í sóttkví. Þetta setur allt mannlíf og atvinnulíf í mjög svo sérstaka stöðu. Já, það gerir það svo sannarlega og ég held að sé alveg ótt að segja það að COVID-19 mun sennilega seint líða okkur minni, allavega hérna fyrir vestan og þetta eru sannarlega skrýtni tíma sem við erum að upplifa og heimsbyggðin í rauninni öll. En sem sagt, já, eins og þú segir að áhrif þessa faraldurs kalla vissulega á viðbrögð og kalla á viðbrögðurinn í samfélaginu öll. Og við erum búin að vera núna með sem sagt þetta samkomubann, herta samkomubann, það sem miðað við að það kom ekki saman fleiri en 5 einstaklingar á hverjum stað og þetta mikil áskorun fyrir starfsemi stofnana og fyrirtækja í samfélaginu að bregðast við þessu. Samkomubannið og síðan var farið í lokun á skólum, fyrst hérna á Ísafirði og síðan var það útvíkkað til þorpanna hérna í kring og þetta eru bara mikla áskorun þessu samfara. En menn hafa brugðist við og það mikilvægt náttúrulega í þessu að menn fari að fyrirmælum yfirvalda og fylgi eftir þeim fyrirmælum sem búið að gefa og vegna þess að við þurfum öll að axla þessa ábyrgð því að annars komumst við ekki í gegnum þetta. Staðan hjá nágrönnum ykkar í Bolungarvík, hún líka alvarleg, dauðsfall var tilkynnt þar í gær. Það væntanlega svona samkennd og samúð og samstaða sem einkennir allt mannlífið fyrir vestan. Vissulega og við finnum mikið til með nágrönnum okkar í Bolungarvík og þeir eru vissulega í erfiðri stöðu og mjög vont að fá upp þetta smit þar í þeim aldurshópi sem hvað verst útsettur fyrir þessu. En það hefur verið brugðist tekilega við og það kom nú leiðsöki að sunnan í gær fyrir heilbrigðisstofnunina. Þannig að það verið að gera það besta og mesta sem hægt að gera í stöðinni. Og við vonum bara túr sem fyrst sko. Þú ert nýfluttur vestur, þú þekkir heilbrigðiskerfið nokkuð vel. Hvernig finnst þér heilbrigðiskerfið fyrir vestan vera að fungera? Mér finnst heilbrigðiskerfið vera að fungera mjög vel og það hefur verið svona fumlaus vinnubrögð að öllu leyti varandi sóttvarnir í þessu tilviki að reyna að koma í veg fyrir að smitin breiðist út og þess vegna hefur verið gripið til svona harkalegra en nauðsynlegra aðgerða. Og mér sýnist að fólk sé að vinna alveg gríðarlega vel úr stöðinni. Samkomubannið sem að þú talaðir áðan, þetta eru ansi strangt allt saman. Íbúarnir sem að þú hefur heyrt í, það væntanlega ætla allir að fara eftir þessu eða hvað? Já, maður finnur ekki annað heldur en að það mikill samhugur í samfélaginu að fara eftir þessu. Og fólk vill náttúrulega bara sjá fram úr því að við komum sem hraðast í gegnum þetta allt saman en þetta mun taka tíma og að vinna sig út úr þessu og í tengslum við þetta allt saman að það náttúrulega eins og ég sagði áðan að það þurfa allir að axla ábyrgð og ekki hvað síst sveitarfélagið og við erum búin að taka saman aðgerðaráætlun fyrir sveitarfélagið, hvernig við ætlum að bregðast við, hvernig við ætlum að koma til aðstoðar við atvinnulífið og íbúana og þessi aðgerðaráætlun í 11 liðum og mikilvægt að horfa á hana þannig að þetta lifandi plagg sem að mun taka breytingum þegar við sjáum betur inn í ástandið hversu lengi þetta varir, hverja verða afleiðingarnar en það klárt mál að þær verða umtalsverðar og við vitum til dæmis ekki í dag hvernig staðan verður með skemmtiferðaskipin í sumar, hvort að þau komi eða komi ekki og ef þau komi ekki að þá þýðir það verulegt tekið upp fyrir sveitarfélagið. Ég ímynda mér að tekjur hafnarinnar, Ísafjarðarhafnar, ef þið vill hvað, helmingur teknanna vegna skemmtiferðaskipa? Já, gríðarlegar upphæðir þar á ferðinni og skiptir verulega máli fyrir okkur.
En svona í atvinnulífið, ef þú horfum svona aðeins til framtíðar, heldurðu svona, eða hvaða vonir gerður að hjólin fari að snúast og fljótlega eftir að þessu ástandi lýkur? Sko það sem við höfum lagt gríðarlega mikla áherslu á gagnvart stjórnvöldum, það að leyfismál varðandi fiskeldið fái forgang, því að það skiptir okkur gríðarlegu máli að koma þeirri atvinnugrein almennilega áfram. Það eru mörg störf í húfi og þetta mikil lyftistöng í atvinnulífið hérna fyrir vestan ef að leyfismálin þar myndu komast í gegn. Þetta alltaf réttir leið en það þarf að klára þetta. Við erum náttúrulega að fara í ýmiss konar viðhaldsframkvæmdir og verkefni í sumar til þess að efla atvinnulífið hérna hjá okkur, fara í svona átak í ýmsum málaflokkun sem að sveitarfélagið þá að fjármagna. Vestfirðingar, þeir hafa nú mjög talað að kerfið, það sé svifa seint, en þið sem sagt viljið að sérstaklega í fiskeldinu að þar sem sagt verði bara leyfi, þau bara verði veitt fljótt og vel. Já, bara verður að gerast og það skiptir bara öllu máli fyrir okkur hérna fyrir vestan að þau fái bara forgang í kerfinu og klárist. Páskarnir, þeir eru nú venjulega svona stór helgi fyrir vestan, það mikið ferðafólk, en það verður ekki þannig í ár. Það verður ekki þannig í ár og það eins og þú segir, þetta sannarlega mikil breyting. Hér hefur verið mikið af aðkoma fólki páska enda mikil dagskrá í boði, skíðavikan og aldrei fór í söður og allt þetta þurfti að blása af í ljósi stöðunar. En ég held að sé bara mikilvægt að sem sagt, við dettum ekki niður í eitthvað svartnætti, við ætlum okkur að komast í gegnum þetta, við þurfum að líta björtum augum fram á veginn. Það eru ljós við enda gangnanna og mikilvægt að fólk standi bara saman og styðji hvert annað og bara vera bjartsýn á framhaldið. Þetta mun hafast. Og ferðast innan hús páskana? Ferðast innan hús páskana umfram allt. Það ekkert annað í boði.